Laugardaginn 17. september opnuðust Strákagöng Skagafjarðarmegin. Var þá að mestu séð fyrir endan á gerð lengstu jarðgangna í þjóðvegakerfi Íslendinga. Fyrir 7 árum voru boruð stutt göng í tilraunaskyni inn í Strákafjall en sjálf jarðgangnagerðin hófst síðla árs 1965 og gekk vel miðað við aðstæður allar. Göngin eru 780 metra löng, 4,5 metri á breidd og 5,5 metri á hæð. Þau liggja í rúmlega 100 metra hæð yfir sjávarmáli. Þegar vinnu við göngin verður endanlega lokið má ætla að einangrun Siglufjarðar mikinn hluta ársins verði úr sögunni. Siglfirðingar hafa orðið að ferðast einn hæsta fjallveg landsins, Siglufjarðarskarð, heiman og heim, en vegurinn yfir Siglufjarðarskarð liggur í 630 metra hæð yfir sjó og á köflum mjög hrikalegur. Vegurinn ófær vegna snjóa nær allan veturinn og stundum teppist hann á sumar. Síðan þessi mynd var tekin árið 1966 hafa aðeins ein jarðgöng verið gerð hér á landi, jarðgöngin í Oddsskarði á milli Eskifjarðar og Norðfjarðar. Þess vegna spurðum við Helga Hallgrímsson, aðstoðar vegamálastjóra, hvers vegna svo lítið hefði verið jarðgangagerð hér á landi, hver væri ástæðan? Meginskýringin verður að teljast svo að jarðgöng eru mjög dýr mannvirki og allan þennan tíma sem liðin síðan myndin þessi var tekin hefur verið takmarkað fjármagn til umráða til vegaframkvæmda og þess vegna hafa jarðgöng átt erfitt uppdráttar, einkum með tilliti til þess að aðrar þarfir á vegakerfinu og þá sérstaklega bundin slitlög á seinni árum hafa verið mjög ofarlega á blaði. Ef að þú hefðir nægilegt fjármagn undir höndum, það er að segja vegagerð ríkisins og þið mættuð gera jarðgöng, hvernig myndið þið hátta ykkar verkefnum og hvernig yrði ykkar verkefnalisti? Fyrir 1,5 ári síðan þá kom út jarðganga áætlun svokölluð. Það var nefnd sem að þáverandi samgönguráðherra Matthías Bjarnason skipaði sem að vann þessa áætlun. Hún komst að þeirri niðurstöðu að eftir Ólafsfjarðarmúla sem að nú komin í gang eins og kunnugt þá kæmu Vestfirðir næst norðanverðir, það er að segja tenging Súgandafjarðar og Önundarfjarðar við Ísafjörð, en þar á eftir miðbik Austurlands, tenging Seyðisfjarðar og Neskaupstaðar með jarðgöngum við vegakerfi landsins. Hvernig líst þér á jarðgöng undir Hvalfjörð? Verða þau að veruleika einhvern tímann? Jarðgöng undir Hvalfjörð ákaflega skemmtilegt og spennandi verkefni. Samkvæmt fyrstu skoðun þá að ræða 5 kilometra göng sem að líklega myndu kosta rúmlega 2 milljarða á nú virði. Það er alls ekki ólíklegt að þessi göng verða veruleika einhvern tímann, en þessi framkvæmd verður náttúrulega að metast eins og aðrar framkvæmdir í ljósi þeirra getu sem þjóðfélagið telur sig ráða yfir á hverjum tíma.